Gott kvöld. Það eru komnar fréttir hér á Samstöðinni. Með mér eru Laufey Líndal og Sigurjón Magnús. Sjálf heiti ég María Lilja og við ætlum að fara yfir fréttir dagsins. Fyrsta fréttin sem við erum með hérna hjá okkur er meðferðarheimili í Eyjafirðinum. Þetta var frétt á Vísi hérna fyrir í kvöld. Alvarlegt mál. Já, það er greinlegt. Það er svona ýmsir annmarkar þarna á þessu meðferðarheimili sem er tiltölulega nýtt. Starfsmennirnir senda frá sér eitthvað skona skýrslu þar sem þeir fara yfir allt sem hefur svona að þeirra mati misfarist og þetta er alveg sláandi upptalning. Það hafa fundist þarna fíkniefni og svona virðist vera lítið og lélegt eftirlit með því sem að framfer innanhús og lyfseðlamál sé ólestri og rétt lyf sé ekki gefin á réttum tíma og margir þeirra tala að þeir myndi ekki senda sín eigin börn á þetta heimili sem þeir þó sjálfur unnu á, þannig að það er gefið til kynna að það er eitthvað mikið að. Já, þetta er alveg ótrúlegt. Þetta er eiginlega bara skelfilegt, sko. Við heyrum þess að frétt hérna á Stöð 2, Sýn, áðan og svona hálf brugðið bara þetta skuli geta gerst. Við erum búin að sjá eitthvað þarna með stuðla og eldsvoðan þar og eitthvað. Já. Og svo er þarna sem virðist vera að fara mjög frjálslega með, það sé bara fíkniefni inn á heimilinu. Það er gott. Þetta gerist mitt í kjölfarið á tilraun til íkveikju þegar að vist barn reyndi að kveikja í og eftir það þá var einhvern veginn reynd að fara kannski í staðin fyrir að fara í einhverja heildræna úttekt á því sem var í gangi og hvers vegna ósköpunum barnið ákvað að gera þetta, þá var farið svona í að farga kveikjurum sem lágu vist bara svona á Glómbekk. Þetta er eiginlega bara algjör skelfing, sko. Maður er eiginlega bara að hugsa, hvað þarf að gerast í þessum málaflokki til þess að bara hlutirnir séu gerðir rétt. Ég veit ekki, ég er ekkert að grafa undan því, ég meina þetta er náttúrulega alveg ótrúlega erfitt að eiga við. Þetta eru erfið mál og það er greinlegt, veristu bara einhvern veginn, seinheppin í þessu, þetta bara gengur ekki upp. Nei, og þetta er svo viðkvæmur hópur, þetta var áður einkarekið heimili. Eftir að ríkið tóku við þessu bara fyrir örfáum árum, ætli sé ekki 3 ár síðan, þá var það svona sérstaklega og útbúið í kringum mjög viðkvæmun hóp sem eru stúlkur og kynsegin sem hafa sýnt af sér svona andfélagslega hegðun og þurfa svona mjög sterkt utanumhald vegna þess og hafa þá svona langa afbrota á neyslusögu og þrátt fyrir að vera mjög ung. Já, þetta er ekki gott. En það var einmitt. Það er allavega greinilega einhverju ábóta vant þarna. Ég skal ekki segja hvað það er ekki nóg sem kemur þarna fram, sko, en þetta er gríðarlega sorglegt og það er náttúrulega bara, þessi mál eru bara svolítið í ólestri. Já. Bara heilt yfir, heilbrigðiskerfið og það er bara, kerfin okkar einhvern veginn virðast bara vera að bregðast. Já, svona félagslegir innviðir allir og heilbrigðis. Hvernig fréttirnar verða næstu daga, það er svolítið forvitnilegt. Já, akkurat, fylgjast með þessu máli. Já, gera það. Heyrðu, það var, ég tók eftir frétt í Morgunblaðinu sem borið var fritt í hús í morgun, þetta er nú af MBL, en það er talað að saksóknari hafi sætt kærum, þannig nú mynd af Sigríði Friðjóns, eða var nú ekki hún. Nei. Heldur var þetta starfsmaður hjá embættinu. Verður að taka það fram. Já. En við erum að segja Mokkin er búin að fá mjög bátt fyrir þetta. Já. Er búin að fá mjög bátt fyrir þetta. Þetta er eitthvað svona fjölskylduharmleikur sem er bara erfiður. En það er eins og að geta sagt bara
sett mynda að Sigríði og saksóknari sagði kæru. Þetta býður upp á misskilning. Býður upp á misskilning. Það býður upp á misskilning. Já, alveg, hann búinn til hana. Já, í rauninni, því að þessi frétt í Mogganum, þetta var svona sett upp eins og mikil afhjúpun og það var vitnað í einhver gögn lögmanns og Vísir segir svo frá því seinna í dag að það sé svona fátt rétt í frétt Moggans og heimildamaðurinn sem umræddi var hann sé fyrrverandi eiginmaður ekki Sigríðar Friðjónsdóttur heldur starfsmanns undirmanns hennar umrædd starfsmanns þannig að þetta var svona eiginlega dregið tilbaka mestuleiti í dag Moggin hefur eitthvað aðeins reynt að klóra í bakkan en svona síðasta sem ég sá þá höfðu þau byrt þessi sömu svör frá Sigríði og annars þar. Ég skrifa á miðjuna með fyrir svona stappa í drullupolli í hádegismóðum Já, þetta var svolítið þannig. Við náttúrulega höfum verið svolítið undrandi yfir mörgum efnistökum Morgunblaðsins og þarna reisur fólk sem tekst þetta þessu sögu og bara skilur þetta ekki auk þess að þessi myndbyrting alveg galinn Já, ég meina það það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá þetta bara nú eitthvað að þú veist þannig að Fyrsta frétt RÚV í kvöld hún sneri að vélfægi en það aðalmeðferðinni henni lauk vélfægi vélfags gegn ríkinu. Þetta eru fjallar þessi tengsl milli Kaufmann og Orloff-feðga. Þetta eru þessar viðskiptaþvinganir sem settar voru á vélfagsmenn vegna hugsanlegra tengsla þeirra við rússneska viðskiptamenn. Og þeir vilja meina vélfagsmenn að það sé ekkert til í þessu og ríkið hafi gert þeim heilmikinn óleik með því að frista þeirra eignir og enda sé bara riði allt til falls innan fyrirtækisins. En svo var líka stutt viðtal við Þorgeiri Katrínu, utanríkisráðherra og hún svolítið hörð á því að þetta bara verði að ganga sinn veg. Já. En það að gera það. Það eru líka einhver eignaskipt, afsal sem að dagsetningar og flera sem eru að takast á. Já, þetta segir ekki meira að ég það utanríkisráðuneytið nefnir forsendur fyrir þessum gerðum sínum og það er þetta að það hafi þurft að tryggja einhvers konar eldvegg á milli Noreb og vélfags sem er það væntanlega þetta fyrirtæki í Rússlandi sem er í eigu auðmannanna. Kaupsamningur Titania Trading hafi falið í sér að Kaufmann ætti að greiða til félagsins en það hafi aldrei verið gert. Og svo eru nefndar einhverja svona fleiri ástæður. Þetta er svolítið svona hvað ég var að segja, iffy á lélegri íslensku en þeir ætla að halda þessu ótröðir áfram og þess að segja það var aðalmenn meðferð lokið og þá megum við nú reikna með að það komi dómur svona 1-4 vikna. Það er líka að tala að sé fleiri mál jáfnvel í farvatninu. Já, það er ekkert allir sáttur við þetta, auðvitað. Og kannski erfitt, ég meina vélfag, þetta er nú ekkert risafyrirtæki, ekki svona á... Nei, þetta er samt, var ekki einhver 10 starfsmanna, Já. Ég held það. Akkurat. Ef ég veit rétt, þá byrjaði þetta í Ólafsfirði bara sem fjölskyldufyrirtæki. Já. Og svo hafa þau greinlega selt þetta, nú eru þeir á Akureyri. Ég veit að þetta þeir berjast þarna, vélfagsmenn og við skulum sjá hvað verður. Já, þetta er áhugavert svona í þessu samhengi. Finnst mér alltaf mjög áhugavert að skoða hvað íslenska ríkið hefur í rauninni lagt sig fram við viðskiptaþvinganir í garð Rússa. Alveg þannig að íslensk fyrirtæki telja sig allavega komin á vonarvöl og á meðan að fyrirtæki sem eru í viðskiptum við Ísrael sem að hafa sannarlega verið og eru standa í þjóðamorði þeir fá svona að sleppa. Já.
En það var nú svo samþykkt sko að setja þessar viðskiptaþinganir á Já, en það má ekki sylla þeim. Nei, það má gera það líka í Ísrael. Já, einmitt, það er það sem ég er að segja. Bara því fyrir betra bara. Já, það skuli þið verður alla ganga. En já, RÚV talar aðeins við hvað heitir hann er prófessor í íslensku deildinni og man ekki hvað hann heitir í svipun, ég glemt að skrifa hjá mér Gauti Kristmannsson, þakkaði fyrir Sigurjón hann kannast ekki við fullyrðingu ráðherra að erlendir nemendur svindli á kerfinu. Við sögðum nú aðeins frá pislirum að sérna í gær en hann fór var á RÚV í dag og ræddi þetta svona í þaula. Hann meðal þeirra sem að tjáðu sig mokkafréttina. Já. En svo fóruðu sko, önnur fréttastofan, sennilega verið sín, fór og talaði við erlenda nemendur í íslensku. Já. Og þetta bara beauty sko. Bara fólki að tala íslensku bara, búið að vera 1-2 ár og það bara, og þau voru að lesa bók Sigríðar Hagalín, Eldarnir. Og voru búin að merkja með í merkispenna og svona, þetta var svona og það var einmitt rætt við hana Sólveigu Ástu sem er kennari doktor Sólveig Ásta, hún verður hérna í vikskemmtunum á morgun, gaman að segja frá því og við fyrir nú eflaust aðeins yfir þetta mál en þetta sko, þessi kennarar og nemendur og háskólasamfélagi, það virðist að vera mjög sammála það að það sé ekkert á bakvið þessar ákvarðanir og þessar þessar fullyrðingar ráðherrans sem verið að svindla og sérstaklega er talað að þetta sé alvarlegt í ljósi þess að hún nefnir þarna sérstaklega nemendur frá Ghana og nemendur frá Pakistan og nemendur og þetta er allt brúnt fólk og það er mjög augljóst að það getur ekki verið að séu bara ef það er eitthvað svona svindl ef það er eitthvað svindlgátt að það sé bara þrjúlönd í heiminum þá sem nýtir sér það akkurat. Þetta er einhvern veginn, þetta heldur ekki vatni. Já, fyrir utan að þetta er ótrúlega þröngur hópur sem ræðir. Akkurat. Þú þarft náttúrulega að hafa viðunandi prófgráðu til þess að komast inn í háskólan fyrir það fyrsta. Og íslensku deildin, svo þarft að sækja eitthvað ákveðið nám og þannig að þetta er ekki eins og þetta sé bara eitthvað Nei, og flest sko, og mörg hver taka akkurat. Já, og mörg hver taka sko íslensku sem annað mál, svona til hliðar eða með, í og með, einfaldlega vegna þess að háskólanám á Íslandi fer fram á íslensku og þessi nemendur eru einmitt þessir sem var rætt við í fréttastöð. Þetta er þessar útlendingar sem að læra íslensku og við erum alltaf margt fólk að setja út á það er útlendingarnir sem tala ekki íslensku svo kom einhverjir og vilja tala íslensku og þau efast alltaf eitthvað, það sé alltaf einhverjir að hafa rátt við. Já, það fer ekki saman hljóð og mynd. Nei, alls ekki. En það meikar rasismi engan sens. Nei, hann gerir það einmitt ekki. Og talandi rasisma, þá er þetta svona dæmi kannski orðræðina og þessa skrýtnu stemningu sem er að myndast hér í samfélaginu. Það er ekki hægt. Já, þegar 19 ára björgunarsveita kona, hún mætir í höfuðstöðunar algjörlega miður sín eftir að hafa verið að selja neyðarkallinn því að hún fekk ítrekaðar athugasemdir vegna húðlitarans og þetta finnst mér bara, þetta er svona hrópandi dæmi sko ábyrgðina sem ráðherrar hafa og þegar að dómsmálaráðherrar leyfir sér að tala með þessum hætti eins og hún gerir og hinir ráðherrarnir Nei, bara og ítrekað fekk hún sko það viðmót frá fólki sem ætlaði að kaupa. Það hætti við að kaupa vegna þess að þetta var brot. Upphafi geti verið hjá dómsmálaráðherra eða einhverjum ráðamanni sem eða þau allavega viðhalda þessu, normalísera þetta og þannig að, ég meina, fyrir 5 árum hefði enginn vogað sér að vera með svona athugasemdir við 19 ára björgunarsveitastúlku að selja neyðarkallinn. Þetta við erum bara eins og hún hafi annað, og ekkert að því heldur hann sé með þennan húðlit bara ekkert að því.
Það eru örugglega einhverju með þennan húðlit í björgunarsveitinni. Já, ég held að það sé... Án þess að ég þekki... Já, það er bara einhvern veginn, við erum auðvitað fyrir löngu orðin óábið fjölmenningarsamfélag og það er ekkert hægt að snúa við úr þessu. Fyrir undan það þá spyrðu ekkert að húðlit þar sem að fara að bjarga þér einhver staðar í háska upp á... Ég ætla að vona að þetta fólk... Leifir brúnum manni að bjarga þér. Já, einmitt. En það var nóg að gera í þinginu í dag. Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kallaði eftir því að Kristrún Frostadóttir svaraði fyrir fjármál í rauninni. Áætlanir og akkurat. Og Guðrún dró bara upp með dökka mynd, sko. Að ástandinu og fór að tala þetta enn og aftur Norðurál og Bakki og eitthvað svona sem en mér ég byrjaði sem þingfréttamaður 92 og þá voru svona bara ótrúlegi ræðumenn eins og Svavar Gesson og Friðrik Sófusson og fleiri, Jón Baldvin, Ólafur Ragnar, Ingibjörg Sólrún, þetta var allt alveg ótrúlegt ræðufólk. Ég að gleyma einhverjum en þá bara ger ég það. En Kristrún myndi bara þetta, hann aftur talar blaðlust alveg örugg með sig og svona, en svo að hún svaraði ákveði fyrir sig, ekki hægt að gera allt fyrir alla, segir þetta, en hún bara lofar hallalausum fjárlögum og viðsnúningur frá því þessum rústöður sem þau tóku við og það stóra málið. En ef það væri næstuð þarna? Já, hún talar einmitt það að það sé ekki hægt að gera öllundu geðis en Sigmundur Davíð, hann efast nú hins vegar að hún gerir sér bara fulla grein fyrir vandanum sem hún stendur fram fyrir. Mér finnst það svolítið flott, Já, býtu, hún ekki hagfræðingur samt? Hún hagfræðingur, en hann var einhvern tímann skipulagshagfræðingur sem svo aftur dró í land með það seinna eitthvað liðs, en hún, það eru tveir alveg hagfræðingar í ríkisstjórninni. Það er sama hvað þykir stefnuna þeirra hvað er að gera, þá er það fólk sem kann að reikna og getur lesið meir út úr tölum heldur en flestir aðrir. Það er alltaf Kristrún og Daði, fjármálaráðherra. Þetta eru rosalega vinsælir ráðherrar. Við sáum það í könnun í vikunni að þetta eru okkar bara allra vinsælasta fólk í bara áratugi, bara leiðum mér fullir það. Já, það er langt síðan að það hafi verið svona afgerandi, en eitthvað þetta nú að falla á þau, það er nú þannig, það er eitthvað, þau ætla að missa eitthvað flug, en hversu mikið verður, það er annað. En það er með reynslunum, Já, en hvað, hann Sigmundur, ég meina, hvað sér hann betur heldur en Kristrún? Ég segi það aldrei. Hann rökstuddi það ekkert, hann sagði ekkert, sérðu ekki þú þér yfirsást. Það væri nú dásalegt ef að samtalið á þinginu færi þannig fram. Það væri ekki... Stundum gera þeir það svo sem, en það er þá oft, en þetta var svona skemmtileg umræða mörguleiti. Já, hún var það. Hún var svona snörp. Já. Það er Guðrún sem málshefjandi og ráðherrann fá svona lengri tíma en hinn. En Alþingi.is, þeir voru ekki búin að birta ræðu Kristrúnar. Nei. Síðastri gáði. Nei, ég sá það ekki. En það var fyrsta ræða og hún var mjög merkileg, svo ræða. Og það við býðum bara eftir að hún komi, því hún er jú forsætisráðherra. Heyrðu, það eru fleiri sem að gagnrýna Kristrúnu Frosta. Þetta var... þetta er úr dagsmálum. Já, þar voru þeir að pæla í stöðu ríkisstjórnarinnar og stefnunnar og fleira. Og ég veit ekki hvort að mig segja að það veri niðurstaða hjá þeim, en það er svona... Það segja það, sé hægri píratar í ríkisstjórn.
Já. Og hvað þýðir það? Ég meina, er það ekki nákvæmlega það sem þau eru? Eða svona? Já. En nei, þeir píratarnir eru ekki ríkisstjórninni. Nei, mitt, en þetta svona, þú veist ekki, ég meina, þetta eru þetta, þau eru, þessi ríkisstjórn eru hægra megin við miðju. Er þetta hrós eða? Já, ég áttum ekki alveg að því. Það áttum ekki alveg á því, sko. Það er jákvæmt eða neikvæmt. Það er ekki bara að setja sig jákvæmt. Já, jú, ég myndi alltaf það. Það er örugglega bara hrós. En þetta voru hagfræðingarnir Hörður Ægjesson og Þórður Gunnarsson sem að voru þannig viðtali í dagmálum og þeir tala þeir svona svolítið gera grín þessu, þú veist, eitthvað svona blásandi fundar, kynna húsnæðispakkan og veit ekki neitt og eitthvað svona, þannig að þeir voru augljóslega þá er þetta mögulega ekki hrós. Já, þetta var mögulega ekki hrós en ég bara svona speit eins og þá er þetta kannski bara nokkuð nærlægi hjá þeim, ég veit ekki. Það skiptir ekki svo miklu máli. Skiptir svo sem við myndum ekki þetta máli. Við erum ekkert í þessum. Nei. Þetta er ekki okkar áhrifavaldar. Nei, það verður seint sagt. Herðu. Þarna kemur á stórum máli. Já, Sigríður Björk, hún var í fréttum hér alla vikuna og þar á undan, jafnvel aðeins. En Sigmar Guðmundsson, hann var, svona hann tók harða afstöðu. Formaður sko í flokki dómsmálaráðherra. Og hann verður einmitt hérna líka í vikuskammti á morgun, haldið að sé sleggjur hér. Þetta verður mjög góður vikuskammti. Einmitt, það bara verður... Klukkan hvað hann segir fólki það? Já, vikuskammturinn hérna klukkan 4 í beinni útsendingu. En já, hann talar þetta, Sigríður Björk, hún verði að íhuga stöðu sína og það tóku fleiri undir og það virtust allir vera svolítið á þessari línu. En akkur segja bara í og stöðu sína, akkur ekki bara segja af sér? Já. Akkur ekki bara segja það? Ekki akkur að skreita þetta, að fela þetta eitthvað. Segðu það bara. Já. Hún á bara að víkja, allan á meðan máli verið rannsakað eða bara... Já. Þetta er svona kannski mögulega algjörlega þar hún að, þú veist, eitthvað svolítið, sko. Það hefur náttúrulega þannig séð litla þýðingu. En ég les sett út úr sem að Sigmar félagi er að segja þarna. Hann er mögulega svona aðeins að stíga til jarðar þó hann gerir það kannski ekki. Já, ykkur verður að vera fyrstu til að segja þetta. Eða ekki svo leys? Jú, ég hugsa það, en hún svarar nú aðeins í dag. Hún sendi frá sér þetta bréfið að það var birt bréfið sem að hún sendir dómsmálaráðherra. Þetta eru svona skýringar á þessu framferði, ég veit ekki þessu viðskiptum og hún svona viðkennir að viðskiptin við Indru hafi sannlega rýrt traust til stofnunarinnar og hún harmar þetta og kallar þessi ítrekuðu margra ára verktaka viðskipti við Indru mistök. Hvað finnst ykkur um það? Sko æðsta löggalansinn sko að geri sko mistök í sko 7 ár í 3 embættum. Þetta er svolítið langvinn mistök sko. Já, þetta er ekki nógu góð sko. Mér finnst það bara að líta svo illa út sko. Það er alveg bursið frá sko hvað gerðist, ég meina það er eitthvað sem að bara þau vita sem komið að málinu en þetta lítur náttúrulega bara svo skelvilega illa út að ég bara veit ekki, ég skil ekki hvernig henni er stætt áfram sko. Ég er í stöðu mín og mun tala við dómsmálaráðherra eitthvað svona, það bara... Já, en dómsmálaráðherra svaraði mitt fyrirspurn frá Vilhjálmi Árnasyni sem er formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Hann var hjá þér í gær. Hann var hjá mér í gær, haldið að segja. Þeir eru alltaf búnar að vera sleggurnar og verða. Búin að vera miklar umræður. Já, þetta er búið að vera rosalega fréttavika. Það er bara búið að vera svo mikið í gangi. Og það er gott líka krakkar fyrir þá sem að sko hafa áhuga þannig umræðu að hafa samstöðuna. Já, hugsið ykkur. Samstöðin.is áskrift. Já, og þau sem ekki hafa gerst áskrifendur bara drífi í því, sko. Já, við mælum með því. Og bara þökkum kærlega öllum þeim sem að leggja okkur lið. En Vilhjálmur, hann sem sagt, lagði fram fyrirspurn til dómsmálaráðherra sem hún svaraði nokkuð afdráttarlaust líka svona eins og Sigmar, ég meina þau virðast vera að tala algjörlega saman máli. Hún segir, ég lít þannig á stöðuna að staða ríkislögreglustjóra sem forstöðumanns er alvarleg og þetta er, ég held þetta sé í 3. skipti sem ég
heyri þetta eftir dómsmálaráðherra þar sem hún talar að staðan sé alvarleg. En það eru ekki allir sammála að dómsmálaráðherra sé í stöðu til þess að einmitt vera að tala þetta mál. Sérstaklega ekki á meðan það verið að skoða allar hliðar þess. Og að hún skuli segja hluti eins og þetta sé alvarlegt og svona áður en þá gæti hún verið að hreinlega dæma sjálfa sig úr leik. Þannig að hún að lyfta sér yfir þetta bara. Hún verði eiginlega að gera það. Og það dægur þrassið. Já. En þetta 25 milljónir fyrir að skipuleggja flutninga á milli húsa. Þetta bara fyrir skipulagi, ekki fyrir flutningina, Við vitum að það dýrst að flytja en samt, Já, en maður ræður ekki ráðgjafa. Nei, alls ekki. Sem að tekur 25 milljónir fyrir það, Einmitt. Það líka það sem mér hefur alltaf þótt svo skrítið, að þegar það verða svona einhver innherja viðskipti og svona einhver, kunningsskapur og svona, af hverju fær fólk það ekki afslátt? Er það ekki tilgangurinn með því að versla við vini sína að maður fái afslátt? Nákvæmlega. Þetta verðist einhvern veginn þegar þetta svona í opinberum. Það kannski bara þegar það ráðið peningana mann sjálfs, en ekki þegar það kemur úr vasa annara. Þetta er mjög skrítið, þetta skila sér ekki sem afsláttur fyrir almenning. Verður bara dýrt og veldur öllum ama. MBL sagði frá því að maður sem gerðist sekur meint kynferðisbrot gegn barni. Fór inn í íbúð og nóttu til. Já. Og tók ungan dreng þar og var og misnótar þar 11-12 ára dreng. Hann var í kunnugur móðurinnar. Og þetta alveg hreint ömurlegt mál. Svo kemur fram líka hann lögfræðingur. Já, hefur unnið í barnavernd og sýslumannsembættinu. Var hjá BHM eða í stjórnar eða eitthvað. En hann, þetta þessi sami og var ekki dæmdur í gæsluvarðhald og vakti svona mikla reiði. Fjölskyldan kom fram í fjölmiðlum, ég held að það hafi verið síðustu viku og talaði að drengurinn, hann ætti erfitt með svefn, eðlilega. Hann hræddur að það komi bara inn einhver ókunnug maður og misbjóðunum eða gera eitthvað trilling. Hann starfsmaður bandalags háskólamanna og einhverjir bentu á það eða hafa kannski, ég veit ekki, bara kvartað eða annað slíkt að hann sé að fara þarna með trúnaðarmál, en hann má ekki segja frá því að hann hefur sagt sig frá trúnaðarstörfum. Sem að eitthvað. En það áhugavert mál næst en Mannlíf segir frá því að Halldór Gylfason, leikari og geirfugl, hann Nú veit þetta væri grín þegar hann en þetta alvara. En þetta alvara. Hann óskar eftir því að lögreglan opni rannsókn og hefji rannsókn á ný á andlati systur sinnar. En hún fannst ein heima, vafin inn í rúmteppi, einhvern veginn svona á grúfu. Ég held að Mannlíf hafi þetta eftir Rás 1 segðu mér eða eitthvað slíkt. En þetta var allt í því dulafyllsta mál. Og hann segir að það sé ýmislegt sem bendir til þess að það hafi verið einhver önnur manneskja þannig á heimilinu og eitthvað hafi gengið á, eitthvað var brotið og þar fram undir götunum. Hins vegar var konan, hún átti við svona drykkjuvanda og þess vegna hafi þetta verið svona svolítið kannski afskrifað. Þannig að En það fjölskyldan ósátt við það? Já, fjölskyldan ósátt, dóttir hennar og bróðir, þau fara fram á að þetta verði opnað að nýju og hún, ég vona að þeim verði nú bara þeirri ósk, alveg saman hvað kemur út úr því, þá verður, ég meina, fólki verður að fá svör, mann finnst það nú alveg eðlilegt. Ég held að lögreglan skuldi okkur og borgurum það að gera það svona svolítið það sem við viljum. Bara óskaðum allsins besta, Já. Þetta er hræðilegt. Þetta er ótrúlega. Herðu, en við fyrir til Austurríkis.
Þar segjast yfirvöld hafa fundið vopn frá Hamas sem að eiga að vera á áttu að vera til þess að fremja hryðjuverk í Evrópu. Þetta er svolítið, sko, ég ætla bara að segja beint út, þetta er svolítið svona kómískt, þetta er svona spaugilegt og það er oft talað svona stríðsáróður og það verið íta undir einhverja hræðslu, múslimarhræðslu og það er framöttu götunum, en núna þetta er svona mjög augljóst þannig bragð. Vopnin sem fundust voru, held ég, 5 skammbössur og einhver skotilki. Þetta var ekkert engin gríðarfundur, en út af þessu þá á að skoða það, ég veit í Austurríki og ég muni það að verða að skoða það í Þýskalandi sömuleiðis að herða reglur hópa, múslima hópa og ég meina þá banna þá hreinlega og banna þá strangtrúaða hópa múslima. Bara eins og Hells Angels og Bandidos. Já, einmitt, en nema þetta eru trúahópar. Já, ég segir það. Já, eins og þessi, að fara með þá eins og glæpahópa. Þannig að þetta er svona óhugguleg þróun. Þetta er mjög óhuggulegt, já. Og maður líka spyr sig, sko, ég náttúrulega var ekki búin að sjá þessa frétt, en er einhver ástæða fyrir því hvers vegna Hamas ætti að vera að fremja hryðjuverk í Evrópu? Það er náttúrulega engin ástæða sem fylgir og það er líka bara það hefur aldrei komið til tals. Ég meina Hamas eru fyrst og fremst stjórnmálasamtök sem hafa verið við völd á Gazasvæðinu vegna þess að það hefur ekki verið hægt að bjóða til eðlilegra kosninga og það hefur ekki verið hægt að sameina Palestínu vegna þess að það er innrás. Þannig að það er bara... Já, mér finnst það mjög undarlegt, sko. Ég held að ég myndi þurfa miklu meira samhengi til þess að Já, en ég nefnilega held að þetta tengist kannski svolítið í næstu frétt. Ég ætla að leyfa mér að fullera það. En það sem er að gerast núna, að sko í Mið-Austurlöndum eða þannig í kringum Gaza og Palestínu, það er heilmikið hernaðarbrölt í gangi. Og Ísrael er núna bara yfirstandandi loftárásum í Líbanon, á Gaza, og þeir eru í landhernaði á Vesturbakkanum. Þeir eru komnir inn til Sýrlands yfir Gólanhæðirnar og lengra og þannig að það er og þeir vilja meina það þeir séu þannig til þess að stilla til friðar eða taka á múslimskum öfgahópum og maður sér svo þessa frétt sem við tölum á undan með Austurríki og setur þetta svona kannski í samhengi að nú á að fara að réttlæta frekara innrásastríð á þessu svæði. Það er svona það sem að ég myndi halda. Já, mann setur eiginlega hljóðan, þetta er svolítið. Já, þetta er, en það eru ekki allir hræddir við múslima því að New York þau fengu nýjar borgarstjóra eins og við höfum fjallað aldeilis en New York ég ætlaði bara að sýna ykkur svolítið dásanlegan mun á því hvernig blöðin í New York hafa verið að fjalla en það er talað Mamdani era og myndmálið er allt svona dásanlegt. Þarna er hinn mikli sigurvegari, allir fánarnir. Þetta er eins og svona kvikmyndaplaka. Já, einmitt. Þetta er eins og Wes Anderson. Þetta nafn er náttúrulega rosalega myndrænt, sko, að heita Soran. Já, einmitt. Eins og Sorrow eða eitthvað svona. Kvikmyndaleikstjóri, sko. Akkurat. En þetta sér maður, sko, þannig fjölmenningin í forgrunni, hann múslimi, af, sko, blönduðum uppruna, ekki, og innflytjandi og allt þetta en New York Post hefur gert mikið í að reyna að svona ég veit ekki svona grafa undan þessu öllu saman og ef við sjáum forsíðuna á New York Post þá er hann svolítið kostuleg Leader of the Free Everything
þannig að þið vilja meina að hann sé svo mikill sósíalisti að hann vilji bara gefa allt og nú þurfum þið aldrei að fara að passa ykkur því að leiðtogi frítt fyrir alla og nú postið þetta gáfu út alveg svona kostulega forsíðu í gær og í fyrradag líka. Hún var að rótira á samfélagsmiðlum þarna. Mér skilst það sem hann var með Sovjet. Já, með Sovjet pósternum og mér skilst að svo sé algjörlega uppseld og horfin og hún gangi núna kaupum og sölum á eBay og svona upp á vefum á netinu fyrir mörg $100 því að fólk vil reynilega bara koma bara eignast eitt eintak. Já, ég vona að það sé í góðum tilgangi en ekki slæmum. Þetta náttúrulega hálfgert djók. Þetta þetta, já, en maður sér svona það ekki víst allir sjáðu það þannig. Þetta er áróðusmaskinan því að við vorum með að tala hana og hún er á yfirsnúningi. Akkurat, hún er víða. En það er verið að tala borgarstjórnar og sveitarstjórnarkosningar hér líka. Vísir segir frá því að miðflokkurinn fari nú svona hugsanlega að leysa frá skjóðunni og þarna eru nefnt Helgi Magnús Gunnarsson, Hlédís Maren Guðmundsdóttir og Úlfar Lúðvíksson. Þetta sé svona fólki sem að verði teflt fram í borginni. Áhugaverst. Eitt þeirra verði þess að borgarstjóraefni. Já, borgarstjóraefni miðflokksins. Mér finnst þetta mjög áhugaverði listi út af alls konar. Mér finnst nú líklegt að nú hafa ungar konur gert góða hluti í borgarstjórn. Ég hugsa hún fá aldrei fyrsta. Nei, ég veit það ekki. Mér finnst Helgi Magnús líklegur Já, einmitt. Hann er auðvitað bara í þessari kreðsu. Já. Hægra fólks, þá er hann mjög vinsæll. Helgi Magnús. Já, ég hef mikið heyrt hans nafni fleygt, Já, Helgi Magnús, hann er þetta, fólki var misboðið yfir hegðun, Sigríðar Friðjóns, saksóknara sem voru með myndina á Akkurat, hún hafi svona sett hann til hliðar þegar hann fór ógætilega með orð sín í garð Minnutóba. Hann hefur nú verið listur frá störfum með 100 milljóna bara launa laun út ævina, bara eftirlaunasamning en hann getur ju kannski ég veit ekki, unnið kauplaust sem borgarstjóri sjáum það bara ykkur Davíð bauðst til að vera kauplaust forseti, ekki dugði það? Já, heyrðu ég man nú eftir því Já, akkurat og það eru svona blöðin er að velta fyrir sér sveitarstjórnarkosningum það lítið svör við vorum með Sönnu hjá okkur gær og hún svona gætt einhvern veginn sjálflítið svona lægt í málana hún veit að hún vill gera vel í borginni og halda áfram þegar vegferðin, þetta er allt svona virðist vera óleyst og vísir pikkar upp skrif eftir Þorvald Davíð Kristjánsson leikara ég held hann hafi verið Simbi í Lion King og svona hans frægðarsól hún steig hátt bara upp úr aldamótum þegar hann var barnastjarna hann hefur svo leikið í Hollywoodmyndum og íslenskum myndum eftir það en hann stakk niður penna og skrifaði leikskólamálin og það var nú einhverjir sem að vildu meina það að þetta væri svona fyrirboði að hann ætlaði í framboð og þá fyrir Sjálfstæðisflokkinn hann en hann sagði svo ekki vera hann vildi meina að það væri kannski heillandi tilhugsun og hann sá samt ekki fyrir sér að fara í einhvers konar ótvita slag hann væri bara umhyggjusamur faðir í Laugardalnum Er þetta ekki sá tími þegar bara allir eru orðaðir við framboð Svolítið þannig, já, þetta er einmitt þetta er svolítið skemmtilegt lottó Þetta er smár unnu með pappans og Kristjáni Þorvaldsinni og ég held að hann hafi verið krati Já
En það kannski segir ég allt. Nei. En það var góð maður. RÚV segir frá áframhaldandi kólnun á húsnæðismarkaði og fyrstu kaupendum fækkar. Ég meina, þetta svo sem við höfum kannski ekkert mikið við þetta bæta. Þetta bara eitt af þessum málum sem við höfum verið að fjalla Þetta bara það sem það Og sko, aðgerð í bankana að Breki Karlsson, hann sagði lániði löglega, bara verið í þessu. Við unnum ykkur, ekki verið fílu. Einmitt, ekki frista allt. Nei, bara hætti þessu fílu og bara farið að lögum. Akkurat. Það bara, öllu stefnt í óöfni. Öllu stefnt í óöfni og neyðin kennir naktri og allt það, en þjófarnir sem að fundu einmitt svona glits í reiknustofu bankana, það vísir segi frá því hvernig þeir lifðu eins og kóngar, en þeir, spiluðu lögðu mikið undir í netspilavítum, þeir keyptu sér bitcoin og sko eitthvað flota af glæsikerrum. Þannig að ég veit ekki einmitt, það hefur verið óbúslega gaman hjá þeim í smá stund. En svo bara skellur að heila svo svona svolítið slæmur þinguhausverkur þannig. Og einmitt, talandi þinguhausverk, þá fannst mér þetta svolítið merkilegt að Ríkisútvarpið auglýsir hér bjór fyrir áfengisverslun ríkisins, en það eru 90 tegundir af jólabjór í boði þetta árið. 90 tegundir? Þetta finnst mér svona að ég drekk ekki. Mér finnst þetta alveg, kemur alltaf jólabjór og þá kemur alltaf fréttaflutningur af því fram og tilbaka og páskabjór og svona komist inn í fjölmiðla. Mér finnst þetta svolítið merkilegt, sko, því að það er umræði gangi duldarauglýsingar, hættuna við duldarauglýsingar, annars verið í spilavítum og svo við áfengi og en þarna erum við bara með auglýsingu frá ríkinu í ríkisútvarpinu. Þetta var mannlíf, þetta var RÚV. Já, mannlíf, bara mannlífið. Þetta er mannlífs hlutin af ríkismiðlum. Að drekka 90 tegundir. Akkurat. En á Vísi, þá var talað að ESA segir Ísland þurfa að herða sig í loftslagsmarkmiðum sínum. Þetta kemur mér svo sem ekkert óvart. Það er búið að vera að tala þetta náttúruverndarsinnar eru mjög duglegir að benda á að við þurfum að fara að gefa í og loftslagsvandinn er orðinn því líkur að ef ekkert verður aðgert þá endar þetta bara með ósköpum eða gjöreyðingu mannkyns. Í Jamaica þar hafa verið einmitt flóð og eru miklar skemmdir. Já, einmitt. Ég ákvað að taka smá rispu frá Jamaica vegna þess að það var fellibylurinn Melissa fór í síðustu viku og hún kemur til mín á eftir, hún Claudia Shani Wilson sem er lögmaður á Íslandi. Og hún segir mér svolítið frá, hún alltaf ólst upp á Jamaica og hún ætlar að segja mér að hún hefur verið í sambandi við sína fjölskyldu þarna. Vel gert. Og er svona hún er, ég kalla hana þjóðargersemi. Já, ég myndi segja að hún væri það. Já, hún er það og þarna sjáum við til dæmis bara hvernig svona dæmi hvernig er umlit, þarna er bara þak farið af húsi og kannski næsta mynd við sjáum, þetta er bara svona þetta Jamaica er ekki auðugt samfélag. Það er náttúrulega líka rosaleg misskipting. Það er náttúrulega þannig að það eru misskipting. Já. Þannig að þetta hún einmitt lýsir því að hún sagðist hafa alist upp svona í upp til sveita svona í dreifbýli og hún sagði einmitt að þar er þó að alþjóðasamfélagið hafi svona brugðist við og það hafa komið hjálpagögn en það er svo erfitt að koma þeim til fólks vegna þess að sumstaðir hafa vegir bara farið í sundur og svona rafmagnslínur liggja bara hér og þar þannig að ekki hægt að ná sambandi og svoleiðis þannig að það hefur svona svolítið verið sagði gagnrýnt að stjórnvöld í Jamaica hafa ekki alveg staðið sér nógu vel til að koma hjálpagögnum til skila.
En eins og ég segi, ég mæli með að hlusta á viðtali við hana, alltaf alveg frábært. Og ég tók þessa frétt líka af BBC, það eru tveir reggae artistar sem að búa í Bretlandi og sem sagt eru að kalla eftir aðstoð til Jamaica. Það eru þeir Luciano og Maxi Priest sem að sem sagt eru að biðja fólk og hún einmitt bendir fólki á að fara þarna á, það heitir held ég Help Jamaica sem að er hægt að sem sagt bara gefa fjárstuðning sem að fer þá í til aðstoða fólk þar. En þetta náttúrulega líka, við fórum náttúrulega bara, við tölum náttúrulega aðeins Jamaica, en það náttúrulega líka þarna hræðilegt ástand á Haiti og Kúbu. Við höfum svona svolítið eftir að sjá hvað í gangi þar. En þetta náttúrulega bara ofan á allar aðrar hörmungar í heiminum. Akkurat. En það alltaf að vera nóg að taka, sko. En mæli með viðtalinu við hana á eftir í rauðaborðinu. Byrjun rauðaborðsins. Washington Post segir frá því að Nancy Pelosi, hún er hætt. Þannig hún með sleggju og börn. Ég veit ekki alveg hvað hún að gera. Það lítur ekki mjög vel út. Nei, það lítur ekki vel út. En Nancy Pelosi fyrsta konan til þess að gegna embætti forseta fulltrúadeildarinnar í Bandaríkjunum og handhafi þess embættis. Og hún búin að vera viðvarandi pólitíkina bara síðan einhvern tímann á 8. eða snemma á 9. áratugnum og mikil merkis kona. Hún háöldruð þessi kona. Hún svo háöldruð. Já, svona. Fædd 1940. Já. En 85 ára. Hún þykir svona, hún demokratið, þykir mikill brautriðandi í Bandaríkjunum og svona feminísk hetja. Þannig að mér fannst bara tilvalið að setja hérna Villimenni sem reyðust inn í þinghúsið þeir voru að leita henni. Þeir voru að leita henni, mikið rétt. Vísir segir frá því að ungfrú heimur keppendurnir talandi hetjur og konur. Það yfirgáðsalinn þegar gæslinu var sigað á ungfrú Mexíkó, hún kölluð heimsk, en það þessi einstaklingur, þessi maður, kallinn þarna á myndinni, Nawat Itzragrísil heitir hann, og hann hefur nú verið viðlöfandi að þessi keppni í svolítið langan tíma, en ég nefnilega man eftir því að hann var komst í heimsfréttinnar þegar Arna Ýr var ungfrú Ísland og hún var í keppni, við fáum kannski að sjá mynd af Örnu Ýr. Þannig hún í Metro, Miss Iceland, has the perfect response. Þá það þannig að það vakti athygli, heimsathygli að Arna Ýr, hún lét þennan mann heyra það þegar hann kallaði hana of feita og sagði hann að sleppa morgunmat. Tákurinn stúlka. Og þetta rataði víða, þetta var í Time og þetta var svona út allt, en ég ástæðan fyrir því ég tek þetta að ég náttúrulega verða að fá að svona hossa sjálfri mér. Það var nefnilega huldukona sem að hjálpaði Örnu Ýr að komast úr klóm þessa manns þegar hann hafði tekið af henni vegabréfið og neitaði að hleypa henni heim og hún mátti ekki hringja, hún réttnaði að senda Snapchat og ég ætla að fá kannski bara síðustu myndina, ekki þessa, heldur það feministinn ég. Þetta var nefnilega svolítið þetta var svolítið svakalegt mál. Hún reyndar lag því í fjölmiðla hver huldukonan var. En þetta var sem sagt þannig að hún sást á Snapchat þar sem hún grét sáran yfir því að það væri komið illa fram við hana, búið að taka henni vegabréfið og þar fram undir göttunum. Síðan kemur hún aftur á Snapchat og segir, heyrðu, þetta var bara misskilningur, ég var bara að djóka. Og ég þekkti hana nú ekki mikið en ég trúði henni ekki alveg. Þannig að ég ákvað að spyrja hana, ég sendi henni skilaboð og sagði, ertu alveg vissum að það sé allt í lagi með þig? Ef að
þú vilt einhverja aðstoð þá máttu endilega láta mig vita. Ég á mjög mikið af vinum í Miami og hún hafði samband og við greiddum úr þessu saman með aðstoð. Bara þetta rosalegt og hún komst hingað heim loksins í faðm ástvina. Þetta var æsispennandi. Ég hef aldrei talað um þetta áður en mér fannst þetta svo blagt. Þetta var mynda þér þarna stóra myndinni? Jú, þetta var mynda mér, talsvert yngri en við þekkjum þessa konu en þannig hún sama hárið en við segjum þetta gott að fréttum hérna í kvöld og bara í vikunni en ég minn ykkur á að horfa á vikuskammtinn hér í beindi útsendingu á morgun klukkan 4. Ég verð hérna með hóp af góðum gestum sem ætla að fara með mér yfir allar fréttir vikunar. Við þakkum fyrir í kvöld, verið bless. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.